hérna á sunnudaginn að þá vorum við að ræða samfélagið og meðan annars kom til tals þar brottvísanir fólks sem hafði verið hér langdvölum, meðan annars stúlku frá Sýrlandi sem hafði verið valinn afburðar Íslendingur, átti að vísa henni á landi og svo sögðu líka frá rússneskri konu, Viktoríu Þórunni sem hafði búið hér síðan 2018 en hún var handtekinn og flutt til Georgíu og við sem vorum að ræða þetta vorum öll svona hálf lens í þessu, skildum ekki alveg út af hvað þetta gekk og þannig það oft þegar það skoðuð mál þeirra einstaklinga sem að verða fyrir þessu, að vera tekin upp úr lífi sínu og sendur landi og núna á Vísi áðan að þá skrifaði Sigurlín Bjarney Gísladóttir sem íslenskukennari grein, brottvísanir frá sjónarhóli íslenskukennara. Það sem verður kannski svolítið að fjalla þetta, hvernig svona brottvísanir líta út þegar eru svona eitthvað nærri manni, maður þekkir til fólksins. Já, einmitt. Það var þriði nemandi minn sem hefur verið að vísa á brott núna. Síðan búin að vera 2 á þessa raun og svo 1 á síðustu raun. Og ég var bara svo slegin og miður mín. Ég bara, það mitt allavega svona það sem ég geri þegar ég verð mjög slegin og þarna fyrir geðshræringu þá skrifa ég. Og yfirleitt það bara fyrir sjálfa mig. Og svo var spurning, átti ekki bara að setja þetta sem langan Facebook-status eða ég ákvað bara að senda þetta á Vísi. Já, sem kannski ekki svo mikil munur því að Facebook er sömuleyti fjölmiðl. Já. En hvað, þú ert að kenna íslensku fyrir útlendinga? Já, íslensku sem annað mál. Já. Og rosalega skemmtilegt. Já. Það bara, ég varð hamingjusömu kennari þegar ég fór að kenna íslensku sem annað mál. Og hvar? Ég í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Ég var ekkert að taka fram í greininni svo sem hver ég Þannig þú ert að kenna krökkum á svona unglingsaldri. Já. Ungu fólki. Þau náttúrulega koma inn. Sem að verða ungt fólk. Já. 16 til 19-20 ára flestir. Og svo líka bara með venjulega íslenska áfanga. En oft og þetta bara allir unglingar alls konar. Líka útlensku krakkarnir. Og það öll flóran í þessu öllu en það sem að kannski mörg ef þau átta sig á því hvað þetta mikilvægt fyrir þau þá eru þau mjög góðir námsmenn og spyrja og maður þarf líka að reka þau út þegar tíminn búinn að því þau eru svo áhugasöm og eru heima að læra og þau vita bara hvað mikið í húfi að komast inn í samfélagið og læra íslensku. Og íslensku námi sem að þau eru í fyrir þá sem eru með íslensku sem annað mál, að það náttúrulega lykillinn að því að geta verið í öðru námi í skólanum. Já. Það ekki kennt eðlisfræði á arabísku? Þau byrja að koma á íslensku braut sem svona ef þau eru búin að vera kannski bara mjög stutt á Íslandi. Það misjant stund og oft kannski búin að vera í 10. bekk, koma úr grunnskóla og þau þurfa það einn vetur, það sem svona algjör grunnur og þau eru samt með oft að taka áfanga í ensku og jafnvel stærðfræði og svo fara því svo kallar ísan í okkur sem heitir íslenska sem annað mál og það alveg 5 áfangar og það bara svona massífur undirbúningur fyrir nám í öðrum fögum. Það sem við fyrir bara í námsorðaforðan. Til að geta lært, en svo líka til þess að geta tjáð sig og verið bara borgari í samfélaginu og verið samskipti við annað fólk sem stundum eru eitthvað svona efnislega atrið en líka stundum tilfinningar og skoðanir. Já. Þau þurfa að fá orðaforða fyrir þetta allt og við þurfum líka bara að kenna þeim inn á íslensk samfélag og íslenska menningu. Og sem gott að gera í íslensku náminu. Já. Þannig þú ert að kenna og það eru einhver bekkur og það eru fullt af fólki, alls konar fólki sem að leggja sig fram, mismikið en síðan kemur einhver skuggahönd og hrifsar fólkið í burtu og þú sér ekki neitt samhengi. Skilur ekki alveg hvað gerast, af hverju verið að taka þessi börn? Ég náttúrulega skrifa þetta bara út frá mínu sjónarhorni og ég sé þessa sóun, bara sóun að þeirra tíma, okkar tíma, allra tíma þegar að læra tungumál sem að mun hvergi nýtast þeim í rauninni út í hinu stóra heimi og eru búin að leggja sér svo mikið fram en ég
ég veit ekki, ég þekki ekki þessi lög og en mér finnst það vera ólög ef að þetta það sem að gerast og þau eiga mörg þetta yfir höfðir sér og þeim líður mjög illa og kannski horfa upp á aðra fara þannig að en ég veit ekki hvernig þetta leysi þetta en vonandi bara ný ríkisstjórn mun gera eitthvað í þessu. En þetta virkar ekki skynsamt, ekki mannúðlegt frá þínu. Getur þú sagt að þú segir þessu 3 nemendur núna á 2 rönnum. Getur þú sagt mér það frá þeim hvers konar? Ég kannski má ekki segja. En ég ekki byrjað að nafngreina þá eða? Nei. Þau bara þarna... Þannig ég bara velta fyrir mig hvort að þau skerið sig frá hópnum sko. Nei, ekki svo ég viti. Og maður verður alltaf við þessi 3 skipti jafn hissa og ég náttúrulega örugglega ekki eini kennarinn sem upplifað þetta og það eru örugglega eins og í grunnskólum og leikskólum og öllum skólastigum eru kennarar að horfa upp á þetta. Börnin sem maður kannski búin að tengjast, maður tengist þessum börnum kannski svona ekstra sterkt að því að maður vill bara þeim farnist vel og það er mikið í húfi fyrir þau og þau þurfa að leggja svo mikið á sig. Það er nógu erfitt að vera 16 ára. Ég bendi á það í greininni. Og ég þekki fullt af góðu fólki sem orðið 40-50 sem voru algjöru brjálæðingar. Það voru 16 ára. Og bara það breytist svo margt. Fólk breytist. Og við getum ekki alltaf hort á 16 ára krakka og alveg spáð fyrir hvernig þau verði í framtíðinni. En það er ekki þannig að ódælu börnin séu tekin og ís á landi, það er ekkert það er ekkert samingi á milli. Og ég vil ekki heldur vera eitthvað auðvitað finnst manni rosalega leiðilegt eins og með þennan nemanda sem búin að vera alla önnina og hann að fá 10 bara í öllu og búin að vera á Íslandi í 7 mánuði og bara ná íslenskunni mjög vel standa sér rosalega vel og auðvitað ekki endilega þannig að fólk eigi að fá dvalarleyfi út frá góðum einkunnum. Það ekki endilega þannig en manni finnst þetta samt sóun og bara leiðilegt og já þetta bara svona, ég held að þetta sé bara brotabrot af þessum vanda sem að fólk horfist í augu við sem að koma til Íslands og flóttamenn. Þú sagðir að þau væru með þetta svona yfirvofandi, þau eru í aðstöðu sem eru fulla von að fá að dvelja hérna, eins og á móti vinnur svona ógnin að vera tekin upp stundum enn einu sinni þar sem þau hafa kannski á fleiri stöðum reynt að koma sér fyrir og þau hafa sko flúið upprunalega aðstæði sína vegna þess að dvöldu lífi þarf að vera óbærilegt. Já. Og þau getur verið tekin hér upp og hent á götuna í stundum í Gríklandi eða Ítalíu eða einhvers þar. Það sér einhvern veginn það er engin mannuð að gæska í þessu sko. Þetta er óskiljanlegt. Hvaðan eru þessi krakkar sem að þú hefur séð vera að vísa? Það hefur náttúrulega verið, við vitum það hefur verið í fréttum náttúrulega verið að vísa fólki frá Venezuela aftur tilbaka og einmitt á sama tíma var ekki í september sem kom mjög svört skýrsla ástandið þar. Það væri ekki orðið betra í raun og veru. Og ég held að í raun ég samt veit voru lítið, ég þekki ekki lögin, ég þekki ekki þú veist, málsmeðferð eða neitt þannig og ég held að sé allstæða gott fólk að vinna líka á Útlendingastofnun. Það er bara fólk að vinna vinnunum sína og það er bara bundið á lagabókstaf en lagabókstafurinn er ekki góður. Og það er líka túlkun hans það þarf að skoða það. Oft er bent á að það sé svona þröng túlkun á til dæmis meira sig í stjórnmálaumræðinni að þá er talað Dyflinnarregluna eins og að okkur beri að vísa fólk til þess land sem að koma uppalega frá og það er ekki við Venezuela. En það er bara alls ekki svo. Við megum hafa þetta bara eins og við viljum. Já. Einmitt. Varandi Venezuela þá var fólki veitt hæli hér forgangsvend í 4 ár dvalarleyfi og atvinnuleyfi og allt sem að tilheyrði. En síðan var fallist frá því vegna þess að ástandið í Venezuela átti að hafa breyst sem að stangaðist nú á við niðurstöðu ýmiss konar alþjóðlegra stofnana
þetta er náttúrulega endalaust álitamál, en síðan hefur verið kosningar og enn meiri pólitísk átök í landinu heldur en þegar að úrskurðarnefnd útlendingamála úrskurðaði að ætti að fella í burtu þessa forgangsrönd eða samþykkt í ákvörðun útlendingastofnunar að gera það. Þannig að það verið kannski tilefni til þess að endurskoða það. Já, svo var ég líka að sjá að ég fór svona aðeins að googla og ég sá þetta fyrrverandi dómsmálaráðherra sem er núna í starfsstjórn veitti undanþágu fyrir Úkraínu þangað til febrúar næsta ári. Þannig að það var spurning hvað gerist þá. Já, það er líka eins og með þá sem að fengu dvalarleyfi fólk sem kom frá Venezuela og fekk í 4 ár og sama með fólki sem kemur frá Úkraínu og fekk dvalarleyfi. Það er ekki alveg ljóst hvað gerist þegar það rennur út svo tími. Já. Það er ekki gefið að fólk fái dvalarleyfi hér í framhaldinu. Þetta er svona eitt af þessum atriðum sem að aldrei eru rædd, en væri kannski eðlilegt að það yrði rædd því að eins og þú ert raunverulega að skrifa að þá eru þessi lög og framkvæmd þessar laga hafa raunverulega áhrif á þitt líf. Já, algjörlega. Þetta er hluti af því samfélagi sem þú lifir í. Já, og þú ert ósátt við. Maður vill ekki búa í svona samfélagi. Nei. Og í rauninni væri alveg hægt, ég meina það er alltaf hægt að gera allt. Þannig að verður að taka stöðun á fólki. Hvernig gengur þér aðlægast, hvernig gengur þér að læra íslensku og meta út frá því og hvað viltu? Það vilja kannski ekki allir vera hér. Við verðum líka átt okkur því að þetta er ekki kannski besti staður í heimi fyrir alla. Nei. Það er bara alls konar. Það ekki það bara í sögunni að það er nú langt síðan ég sá það, en það var nú einhvern tímann fjallað það svona á 10. áratugnum eitthvað fleira, eitthvað starf í kringu það hversu margir af þeim sem komu hingað sem kvótaflóttamenn, það var nú ekki kallað þá frá Víetnam, bátafólkið svo kallaða, hversu fáir voru sem að raunverulega ílendust á Íslandi, flest fóru einhvert annað og litu á Ísland sem stökkpall. Og til þess að fara annað, stundum var það bara vegna þess að ættmenni fólksins var í öðrum löndum. Margir vildu komast til Bandaríkjanna sem var töluverður hópur af Víetnamum sem að fengu hæli á þessum árum. En það er eðlilegt að það svona sogi til sín. Ekki gott að vera kannski einn af 30-40 Víetnamum á Íslandi. Það er kannski betra að vera einhvers staðar í einhverjum svæðum í Bandaríkjunum þar sem eru stór samfélög á Víetnama. Þannig og þannig hefur þetta alltaf verið sko. Fólk hefur komið hingað og svo fer það bara eitthvað annað. Eins og Íslendingar svo sem sjálfur. Já, okkur var ekki vísað þegar Íslendingar flýktust hvað var það á 19. öld til Ameríku. Það var ekki vísað tilbaka. Það var ekki til kannski. Ekki þeir sem fóru til Ástralíu á sín tíma, ekki þeir sem flúðu til Gautaborgar. Það var þegar síldin hvarf að það var mikill fjöldi sem að fór til Svíþjóðar. Og svo eftir hrun til Noregs og víðar. Þannig að við höfum heppin. Já. Og erum yfirleitt velkomin í þeim löndum sem að fólk er að flýja frá. Já. Við erum velkomin til Afríku. Við erum vön því. Já, og Suður Ameríku. Já. Það er... Þetta er gott að fá þessa svona einsýn Sigurlín í svona hvernig þessi framkvæmd þessa laga virkar bara á fólki í daglegu lífi. Já. Og þetta er náttúrulega hluti á okkar samfélagi og bara takk fyrir að fjalla þetta frá þessu sjónarhóli. Bara takk fyrir mig. Takk. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.